Nú ætlum við að kíkja á margföldun og nokkra leiðir til að setja margföldun upp. Svona einföld margföldun er nú eitthvað sem allir eiga að kunna. Hérna byrjum við í raun á eða getum vanið okkur á að byrja á að skrifa núllin í tugunum. Svo ger ég bara einu sinni 8 fyrir framann, 8, 10. Hérna 1, núllið og svo 137, 1370. Hérna fæ ég 2 0, einu sinni 3, 3, fæ 300. Geta sjálfsögðu sagt bara 3 sinni 300. 3 sinni 100 sé, 100, 200, 300 tali bara. En eftir því sem að tölurnar verða flóknari þá þarf ég að kunna þessa aðferð. Og hérna 7 sinnum, hér er fyrst núllið og svo 2 sinnum 7, 140. Hérna ger ég nákvæmlega eins, fyrst núllin, 2 0 og svo 1 sinni 168. Þá er þetta 16.800. 3 0, 1, 2 og 3 og svo 168. 168.000. Hérna ger ég 6 0, 2, 3, 4, 5, 6 og 168 því það er einu sinni 168 og þá er þetta 168 milljónir. Ef það eru 0 á báðum stöðum þá tek ég bara 0 öðrum megin fyrst, 2 0 og svo 1, 2 0 og svo 1 og svo tvisvar 4 eru 8, 8000. Sama hér, 2 0 og svo önnur 2, 2 hér og 2 hér og svo 15, 150.000. 1 0 og svo 2, 3 0 og svo 4 sinni 5 er 20, þá kemur 1 0 í viðbót. Þannig að þetta er 200.000. Skiptir ofboðslega miklu máli. Ég ger þetta svolítið hratt, en þið þurfa að passa að gera þetta ekki hraðar en þið ráðir við og telja núllin vandlega. Þegar við erum ekki með nein 0 en erum samt að margfalda tveggjastafa tölu sem þýðir við erum í raun að margfalda tugi, þá getum við sett þetta upp þannig að við segjum 10 sinnum 4 og svo 7 sinnum 4. Ég tek 17 í sundur sem annars vegar 10 og hins vegar 7. Út úr þessu fæ ég 40 og 28, samtals 68. Sama hérna, 30 sinnum 7 og svo 3 sinnum 7. Út úr þessu fæ ég 210 og 21. Ég fæ út úr þessu 231. Ég ætla að sýna ykkur svona gamaldags uppsetningu hérna líka. Það átti að vera 33 sinnum 7. Þá margfalda ég 7 sinnum 3 og fæ 21. Þá skrifa ég eininguna hér en geymi tuginn fyrir ofan. Síðan margfalda ég 7 sinnum 3. Það er aftur 21. Þá fæ ég 21 en þessi eini bætist við þess að 2 sem ég geymd áðan, þess vegna fæ ég 3. Og svo er ekkert eftir, þannig að 2 dettur bara niður. 231, ég fæ sömu tölu. Hérna erum við með dæmi þar sem við erum með 2 tveggjastafatölur. Þá getum við nýtt okkur eitthvað sem stundum við kalla kassamargföldun. Þá setjum ég aðra töluna til hér, 13 hérna megin. Tek hann í sundur, tug og einingu. Tugi og einingu hér. Svo margfalda ég saman tölurnar. Hér, þessar 2, hér, þessar 2, hér, þessar 2 og hér, þessar 2 og skrifa niðurstöðunar inn í reitina. 210, 60 og 3. Legg þetta svo saman, 260, 70, 273. Gerir nákvæmlega eins í síðasta dæminu hérna. Þegar ég set upp kassamargföldunina. 30 og 8, 10 og 7, 300, 80, 210 og 56. Svo þarf ég að leggja þetta saman. 300, 400, 500 og 10, 590 pluss 56 er 646. Ég ætla að prófa að setja þessa tölu upp með samskonar margföldun og ég gerði áðan. Þá ger ég 7 sinnum 8 sem er 56. Geymi 5.
7 sinnum 3 er 21 pluss þessir 5 er 26. Svo ger ég bil. Ég má skrifa 0 hérna eða bara skilja þetta í bil. Því að þegar ég er að margfalda með einum þá er ég að margfalda með tug. Þess vegna kemur 0 hérna. 1 sinni 8 eru 8. 1 sinni 3 eru 3. 6. 4. Geymi 1. 646. Ég fæ sömu tölu en það eru þessar aðferðir jafn vígar. Það er að segja, það skiptir engu máli hvort þið venjið ykkur á að nota kassamarkvöldun eða þessa. Þið notið bara einfaldlega þá aðferð sem að hendar betur fyrir ykkur.